Velkomin í Bleikflögg podcast og við erum hérna með Míu, fyrsta gestin okkar. Hello! This is crazy. Ég er svo spennt. Ég líka. Þetta er ræði. Jæja, ég er með fullt af spurningum. Já. En mér langar bara að byrja á að þú kynnir þig. Já, ég skal gera það. Ég heiti Mía og ég er 24 einhvern veginn. Oh my god. Ekki andlega. Nei, bara ég er mjög young spirited, að reyna að vera það. Já, hvað ég segja? Ég er markaðsfræðingur, ef það er titill sem er til. Og vinn mikið í markaðsmálum og við að búa til efni og svona. Byrjar hann að sleikja mig hann? Hann verður fjarlægður ef hann byrjar eitthvað. Hann er bara að chilla. Já, ok. Já, og ég bý í Danmörku með kærastanum mínum sem er í verkfræðinámi í DTU sem er tækniskólinn í Danmörku. Já, okay. Og við erum búin að búa þar síðan síðasta haust og eigum semst ár eftir úti. Ok, slay. Já, þannig að það er kannski svona stutta sagan. Já. Ok, ég fann hana í gegnum TikTok. Já, þú fannst mig alveg. Já. Ég elska það. Hvað eru samt búin að vera svona mutuals lengi? Það er alveg búið að vera svolítið tíma. Allavega síðan fyrir jól. Er það? Er það ekki? Jú, ég held það. Já. Mér finnst þú náttúrulega bara mest æði heima á TikTokinu, sko. Takk sem við leiðis. Ég elska svona orkuna þína in the camera. Thank you. Og það er svolítið ekki neitt heit á neina aðra, en það er stundum svo leiðilegt að horfa á fólk sem er bara eitthvað, já, síðan nota ég þetta, skilur, maður er aldrei, en þú ert alltaf bara eitthvað, ég byrja. Nákvæmlega, út af því máli er líka að, þú veist, ég veit hvað ég þarf til að ég haldist við. Já. Þannig að þetta þarf að vera kött og bara ég er eiginlega að tala yfir sjálfa mig til að, út af því ég veit að það er það sem ég þarf. Ég er mjög svona, ég er ekki greind með neitt ADHD eða ADD neitt, en það mætti alveg skoða það, sko. Já. Það er alveg, einhvern veginn ef ég komast í einhvern háskóla og meistaranám með athyglisvandamál, en þú veist, þannig ég veit bara, og athyglisbann hjá fólki er bara styttast í dag. Þannig ég veit alveg að ég reyna allavega að klippa svona eins og, þú veist, ég myndi vilja horfa á. Já, ég er alveg þar líka, sko. Og maður þarf alltaf að vera bara, þú veist, bara alltaf lát og svona, quick. Það er svolítið sad að horfa á svona millennials á TikTok. Mér líður alltaf svo illa því ég er alltaf bara eitthvað, hvað ef ég væri ekki TikToker og væri ekkert að spáði hvernig fólki er að taka upp vídeo, þá myndi ég skrolla og þeir eru alltaf og síðan byrja að tala. We respect the grind though. Já, mér er svo gaman að horfa á, þú veist, á eldra fólk líka. Ok, eldra fólk, oh my god, ég er bara að vera cancelled. Eldri en við. Já, eldri við, af því að, þú veist, þetta er bara eitthvað mamma sem er bara að deila lífinu sínu. Það er svo slay. Já, ég elska það. Já, ég segi bara slay mom takk, sko. Já, ég sá konu í Juicy Galla daginn í Smáralindinni. Hún var svona gömul, skilur, og hún var 60 plus og ég var bara eitthvað, ég verð svona í framtíðinni. Já, fyrir mynd. Já, ándjóks. I love it. Ok, já, á ég að byrja á flottu spurningunum mínum í bókinni, þökk sé ChatGPT. Ég er bara stressuð. Já, þú ættir að vera þannig. Ok, sko, ég veit ekki alveg hvort ég á að byrja á svona vídeo eða bara að flytja til Danmerkur. Já. Byrja bara Danmerkur. Já, Danmörk. Danmörk málunum. Sko, ég var eitthvað að stalka á þann, ég var bara af hverju er hún í Danmörku? Er það ekki út af kærastaninu? Jú, eða sko, við getum alveg farið bara út í að kenna. Og ég veit líka að, þú veist, stundum er ég bara, oh my god, það er örugglega einhverjir sem að kannski fylgjast með svona á TikTokinu og eitthvað bara, oh my god, ég skil ekki, er hún flutt heim, er hún flutt út, hvað er að gerast, af hverju hún heima núna, af hverju hún farin, og bara af hverju hún á 5 vikna fresti, skilur, bara býttu, var hún ekki heima henni? Nei, já, ég skal bara útskýra. Ok, þetta er semst þannig að í fyrra þá ákveður kærasti minn að hann vill fara í meistaranám í verkfræði í Danmörku. Og ég náttúrulega fyrir bara í panikk út af því að ég var að klára meistaranámið mitt á Íslandi og var ekki kannski, og ég var að vinna á Íslandi í markaðsmálum og búin að lenda bara mjög flottu giggi hér og elska vinnuna mína og ég var bara, ég er svolítið ekki fyrir fjarsamband, eða skilur. Þannig að ég fór að hugsa í lausnum og fekk þá hugmyndum að skrá mig í meistaranám númer 2. Já.
Oh shit, ok, queen. Já, ég alveg gerð það, en ég var samt alveg lúmst svona skóla burnt out, skilurðu. já. Og skiljanlega bara, ég keyrði námið mitt bara alveg frá ég var 6 ára og þangað til ég útskrifaðist Já. og meistaranámi, skilurðu. Ég bara stoppaði aldrei út af því að líka smá side note, þú veist, ég hef alltaf haft bara svona þráhyggju fyrir að klára skóla eins hratt og ég gat og mér finnst þetta ekki það skemmtilegt. En mér langaði samt alltaf að mennta mig. Já. Fattar, og það ótrúlega mikilvægt fyrir mér að vera menntuð, það þarf alls ekki, skilur, ef að maður vill það ekki, en fyrir mér þá vildi ég gera það. Þannig að ég var bara, ok, hvernig get ég einhvern veginn klárað þetta hratt og ég get, og þannig að ég kláraði BS í sálfræði og fór síðan markaðsfræði meistaranám og fann sérst prógram í HR, ég náttúrulega mesta HR-fan Ok, já, ég sem var 1 ár. Já, ég man eftir storytime. Akkurat, Ok. þannig að ég náði að klára bara mjög hratt og náði að klára þá á þeim tíma sem Axel kærastinn minn vildi fara út. Já, oh my god, Já. ok. Já, þannig að ég var bara, oh my god, en ég þarf eitthvað ástæð til að fara og ég bara, ég vil ekki hætta vinnunum minni og kannski vinnan til ég bara, þú veist, hafa mig áfram í fjarvinnu á menn ég er í námi. Og vinnan var til í það að ég myndi vera bara hlutastarfi og í Danmörku er þannig að þú getur fengið styrk ef þú ert sérst, í námi og ert að vinna, þá getur þú fengið styrk frá danska ríkinu, þú veist, ef þú borgar skattin í Danmörku. Já. Þannig að ég var bara, ok, geggjað, og þá getur þú fengið bara 120.000 eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, 100 á skallinn, bara pocket money sem hún bara kóður að leigun okkar, já, ógeðslega næs. Og ég var bara, ok, let's do it. Svo flytjum við út þannig í ágúst og ég var náttúrulega, já, að skíti mig, ég bara, út af því að innst inni það langaði mig eiginlega ekki, skilurðu. Og ég hata breytingar og aftur þetta ADHD spurningamerki, bara ég svo hræddu breytingar. En ég sagði bara, dóldi bara fuck it, skilur, og æ, geta blóta. Nei, það má. Ok. Ég mun ákveða það má. Ég ætla að reyna að Sorry, vanda mig. mamma. Já, sorry mamma. Ég ætla að reyna að vanda mig. En já, þannig að ég bara tók áhættuna og fór með honum og og nú allir bara, oh my god, for a man, og ég bara, já, for a man, en þú veist, mér langaði líka alveg að prófa út, og þetta var bara, og ég fer og byrja í skólanum og ég bara, fyrsti dagurinn, og ég bara, oh my god, bara, nei, bara ég get ekki farið í gegnum annað meistaranám, þetta var bara, já, ég var bara komst að því þá og ég var eiginlega brunnin út, en ég ætlaði að reyna að push through og endist alveg í, þú veist, 3 mánuði eitthvað, og svo komu mamma og pappi út og ég útskrifast á meistaranáminu í HR og fór aftur út og þá var ég bara, ég er ekki að fara að mæta í annan tíma. Já, sorry, ég er bara svolítið confused, sko. Ángri. En shit. Ég veit það. Og þá var ég bara, ok, ég ætla að hætta þessu for my mental health út af því þetta var bara ömurlegt. Og gott ég gerði það út af því að svo bara 2 vikur seinna þá þarf ég að fara í endurhæfingartöku, bara emergency endurhæfingartöku úti og þú veist, lá bara í viku og það var ógeðslega svona strangt, svona mætingaskyldan í Danmörku, skólanum í Danmörku er mjög ströng og og bæði, ég kannski segi hvað ég var að læra í Danmörku. Já, hvað? Já, ég fór sérst í meistaranám sem heitir Cognition and Communication, þetta er svona meira tengt sálfræðigráðunum minni og eftir marketing þá fór ég að hafa miklu meira áhuga á viðskiptum og viðskiptaheiminum og þá var ég bara, oh my god, ég nenni ekki að fara aftur í sálfræði tengt, skilurðu, en anyway, já, og þannig ég var mjög ánægð með þessa ákvörðun að hafa hægt, hélt bara áfram 25% vinnu og þá kemur náttúrulega meiri frítími og þá opnast þetta meira með samfélagsmiðlana og einhvern veginn ástæða fyrir þér. Já, og þá einhvern veginn fór ég að sjá á netinu þetta UGC dæmi og fór að kynna mig það mjög vel og ég var bara, oh my god, þetta er gett sniðugt bara að búa til efni sem að þú getur selt og þú þarft ekki einu sinni að vera í mynd eða skilurðu og þú þarft ekki einu sinni að vera með eitthvað galinn fylgjendahóp, skilurðu. Þannig ég fór svolítið bara að fylgja stelpum sem að voru að gera þetta og var bara inspired og hugsaði samt líka, ok, ég ætti alveg að byggja upp smá brand fyrir sjálfa mig á TikTokinu og svona, líka bara þegar þú ert að vinna í marketing, það er ekkert ósniðugt að vera bara með smá brand fyrir þig á samfélagsmiðlum. Þannig að og þá kom það allt einhvern veginn. Þannig að en Danmörk er frábær og þú veist, ég er alveg vera tilbúin að koma heim. Við ætlum Axel ætlar að skrifa meistararitgerðina sína á Íslandi þannig að við erum að flytja heim fyrr. Þannig að Eimurinn er bara, þú veist, 5 mánuði. Oh my god, ok. Já, so we're coming soon. Ok, slay. Já, en Danmörk er frábær fyrir námsfólk eins og bara þetta með styrkin og náttúrulega frítt að læra. Já, frítt, það ekki? Jú. Mamma mín var eitthvað. Já, mamma mín er að reyna að koma þér út. Nei, þú búin að skoða eitthvað?
Sko, út af því ég til að læra eitthvað svona marketing Já. og ég væri til að læra bara svona sérhæfingu í social media af því að, þú veist, mér finnst þetta bara gekk gaman að Já. gera TikTok-vídeó og sjá samfélagsmiðla og svona. En hann alltaf kostar svolítið að vera í skóla og ég var eitthvað að skoða Bandaríkin en ég er svolítið hrædd við Bandaríkin núna og mamma var bara já, það er frítt í Danmörku eitthvað, bla, bla. Þannig, þú veist, maður fór alveg að hugsa út í það og Bjartur kærasti minn vill líka, það er eitthvað ameríska fótboltalið Já, það er, já. Og hann var, þú veist, þannig við erum búin að skoða þetta, skilur eitthvað aðeins, ekki skoða, heldur bara að hugsa. Ég skil þig. Og hérna, þú veist, þetta hljómar alveg vel, en bara tilhugsunin að mæta í skólastofu aftur er alveg bara, ég kláraði, þú veist, ég bara segi með þig, ég kláraði framhaldsskólanum 2,5 af því ég bara var ekki, ég var ekki nenni þessu. Hvað skóla varstu? Á Höfn, þú veist, framhaldsskólan í Austur-Skaftafellssýslu. Já, þetta er mikið fas. Já, þannig að, ég var ekkert eitthvað, nenni að vera í skóla aftur, svolítið, en þú veist, auðvitað langar manni að, ég er svolítið leið á að vinna núna, ég er bara búin að vera að vinna í 6 mánuði eða eitthvað og maður er bara eitthvað kunntilgangurinn. Það verður líka svo erfitt, þú veist, þegar maður er farin að fá fasta tekjur og svona, að hætta því. Já. Þegar maður er í nám aftur og það var líka ástæðan ykkur, ég kennði þetta í gegnum þetta, ég vildi ekki hleypa mér þangað að vera bara fá bag og síðan fyrir bara aftur í skóla, skilurðu mig. En ég skil að þessi orðið mjög þreytt að vinna. Já, þannig að, hérna, ég er örugglega, ég veit samt ekki alveg, eins og ég sagði, kærastinn minn er að fara í skóla núna. Já. Og Allan í HÍ? HÍ. Já. We're not rich like that, sko. I get it. Það er ekki að höfla því. Það er ekki svona 300 á mánuði. Nei, hérna, Jú, þetta er alveg. Já, vinkonum mín er í HR, shoutout að Tinnu. Já, shoutout. Shoutout. Og hún er í lögfræði líka, sko. Já. Svo ég þekki aðra það mun borga sig. Já. Tilbaka. Þetta er bara worth it. Já. Henni finnst þetta samdagslega skemmtilegt, þannig að það er alveg heppilegt að lenda í svoleiðis. Algjörlega. Ok, hvað er ég búin að skrifa meira hérna? Þú ert eiginlega bara búin að svara öll spurningunum mínum, sko. I'm sorry. Er þetta búið? Ég veit ekki bara ekki það. Ok, mér langar frekar kannski að tala meira bara að búa í Danmörku, ekkert endilega námi. Já, algjörlega. Hvað? Sko, þegar við fluttum fyrst, þegar við fluttum fyrst, þá fluttum við í Freyðisberg sem er svæði í Kaupmannahöfn. Sem er, það talaði að það séu Garðabærinn kannski, eitthvað þannig. Já. Og fluttum á nýja stundagarða þar, sem heitir Úmeis fyrir fólk sem er kannski að fara út, þið getur skoðað það. Mjög flotti garðar, en pínu lítil íbúð, alltaf lítil fyrir 2 einstaklinga. Og ég var bara dálítið kúkú eftir ég hætti í náminu og þau var í fjarvinnu. Ég var svo mikið heima og húsið liggur uppi bara busyustu götu í Kaupmannahöfn. Þannig að lætin í umferðinni og bara endalaus sjúkrabílar, löggubílar, slökkviliðsbílar, bara allan daginn, skilurðu. Og það hafði rosalega mikil áhrif á mig. Þannig að við fórum, og ég hætti náminu og Axel Ditjö sem er í Lungby, sem er norðan við Kaupmannahöfn. Já. Það er svona 20 mínútur með lest, þú veist, kannski, 20 mínútur eitthvað slags. Þannig að við hugsaum, ok, eigum við að færa okkur nær skólanum út fyrir hann að fara þaðan frá Freyðisberg upp skóla áralega 50 mínútur á dag einalega, skilur hann, það er 2 tímar á dag sem það var færast. Þannig að við bara, ok, flytjum og fluttum upp yfir og núna erum við gett næs íbúð með pall og eitthvað, þannig að ég er bara að tala ég sá, þegar þú sagði bara, hvenær ætlar að flytja? Ég tók þessu nærri mér, sko, ég var bara, ég veit ekki, hvenær á ég að koma? Á ég að koma í næstu? Já, ándjóks. Nei, ég skil ekki hvað Íslendingar eru að bjóða sér veðrið hérna, sko. Oh my god, ég veit það. En það er búið að vera smá sól. Já, oh my god, hún alltaf bara fór þegar ég kom, samt. Já, en það var sól. Nýlega. Í maí. Já, í maí, það var slei, en það er búið að vera svolítið grátt. Líka bara veðurspáin, þetta er bara ræðilegt. Já, þetta er bara alltaf rigning hverju degi. Það er alveg ekki þannig í DK. Við erum bara úti á hvernig degi, skilur út á palli, bara morgunmaturpallinu, launsapallinu, dinnerpallinu og það er ógeðslega næs. Já. I'm not jealous. I'm not jealous. Ég veit, en veistu það, I'll come back to this, skilur, en það er, ég elska að búa í Íslandi. Já. Það er nothing like it. Ok. Þannig ég skal koma að því eftir. Já. En já, fluttum í þessi íbúð æðipallur, svo næs og ekkert mál fyrir Axel að hjóla í skóla núna og já, og ég er búin að hlaupa meira, ég var Selix. Já. Þannig að við erum í svona fjölskylduvænu umhverfi og það er bara get wholesome að fara út að hlaupa og
njóta umhverfisins og vera ekki alltaf í ykkur stanslausu áreiti og ég náttúrulega eins og við erum búin að tala við erum small town girls, við erum ekki vanari að sé endalaus umferð í kringum okkur, við bara leggjumst upp í rúm og það er bara þögn, það var ekki í fyrstu íbúðinni. Nei. En þú veist, líka ódýrara náttúrulega að búa aðeins út lengra, en það er dýrt í Danmörku. Að búa? Já. Dýrar en hér, eða? Nei, en mér finnst það dýrt með við þetta sé útlönd. Já. Það skilur. Manni finnst alltaf þegar ég fer til útlanda. Hefur ekki verið að fara til útlanda og bara, oh my god, já, bara versla ódýrt. Já. Þetta er ekki þannig. Þú veist, föt og svona er alveg dýrt og make-up og svona. En það er alveg Sephora. Það er alveg gott úrval. Já. Ég ætla að segja það. Það er gott úrval. En it's expensive. Já. En já, bara æðabúana og æði fyrir ungt fólk líka og það er mjög mikið af ungum foreldrum sem eru með bugaboo-kerruna sína. Já. Það er með hringnum, þegar ég flytti til Danmörku fyrst, ég var bara, oh my god, af hverju er allir með þessa kerru? Og ég er náttúrulega ekki badd, sko, ég veit ekkert hvernig kerru fólk kaupir. Og síðan spurði ég vinkonum, hún bara, já, þetta er bugaboo. Og ég bara, bugaboo, ok, geðveitt, allir með svona. Það nú veist að þegar þú er eignast barn þá maður greinlega fá sér svona. Já, ok. Ég veit ekki betur. Já, Danin eru þetta betur. Já, en það er fullt af ungum foreldrum. Já. Þannig að, já, þetta er bara mjög næs og ég mæli með og þetta er mjög easy transition frá Íslandi. Já. Þegar ég ferðast á milli, mér líður ekki eins og ég sé að ferðast, skilur. Þetta er bara, ég sest upp í vel í 2:40 og bara mætt. Þannig að mér líður ekki svo sért bara á okkur ferðalegi, en mér hefur samt alveg verið frekar þreytt að ferðast. Já, er það ekki? Hvað er búin að koma oft? Nei, sko, ég vil ekki telja hvað það kostar mig. Oh my god, já! Oh my god, bara gott að maður að taka sér hliðverkefni út af því að, oh my, þú veist, annars ætti ég ekki efna á þessu. Ég verð bara först þarna. Líka ef að Play hættir. Eða á maður að segja þetta? Nei, veistu það? Oh my god, maður segja eitt með þetta. Ok. Ég er bara alveg skoðun og það er alltaf allir að segja bara, já, ekki bókum Play út af því það er frá hausinn. Ef allir hugsa svona, það fer það væntanlega á hausinn. Já, ok, true! Já! Oh my god. Við þurfum að styrkja. Já. Bara ein heild. Síðan er flugið cancelað eitthvað. Já. Það væri svolítið skellur. Já, ég var svolítið hrædd að ég keypti með Icelandair í sumar, sko. Hvert er þetta að fara? Ég er að fara til London í bara júli eftir 3 vikur, var að telja. Ég er að fara Billie Eilish. Nei, oh my god, I'm so excited. Þú verður að senda mér. Já. Nei, ég dey. Ég er óslega spennt, en já, mamma mín var bara eitthvað, ok, alltaf að tala um mömmu mína. Nei, ég elska það. Hún bara eitthvað, já, ég myndi, og þetta var svo langt síðan ég bókaði þetta var alveg fyrra eða eitthvað. Að hún bara, ég vill ekki bóka með Icelandair og síðan var það ódýrara. Það var slá weird. Já, ertu að taka tösku þannig? Ég er að taka bara innritaða tösku fyrir okkur báðar og það kostaði bara eitthvað 45.000 að mann. Ég man ekki fyrir hversu lengi þetta var, en það var dýrara með Play. It didn't make sense, sko. Þetta þarf stundum bara svona, the stars have to align perfectly til að make sense að fara með öðru hvoru, sko. Ertu búin að sjá vídeo hjá Írisilíf þar sem hún er að segja hvernig hún kaupir flug og það ódýrt? Hún er náttúrulega klárast af vinkonum mín, sko. Hvernig gerir þessi fokkin kona þetta? Hún er eitthvað jafn gömul Nei. Við erum jafn gamlar. Já, ég er mother og svo er bara, ó já, við erum fættar saman ári. Ég elska hana. Hún er mother og hún er literally bara einn klárasta kona sem ég veit það. Hún er svo klár, ég elska hana. Íris, sjátt þetta þig. Þú ert frábær. We love you. Nei, ég elska hana. Ég líka. Ég fór eitthvað heim til hennar eitthvað daginn og hún var að hjálpa mér með nokkuð vandamál. Já, og alltaf til ég hjálpa manni. Já. Ég elska. I love her. She's a saint. She's a saint. Já, hún grínir. Ándjóks. Ég er svo spennt að hitta hana núna, ég er ekki núna að hitta hana. Já, ég er að fara að link up. Alltaf, það er alltaf eitthvað, maður er alltaf. Já. Ertu inn á Gellu-grúppinni? Já. Já, ok. Já. Það á að vera hittingur á næstunni. Já. Ég hitta. Var eitthvað menningasjokk þegar á milli? Já, það er alveg, í fyrsta lagi það er náttúrulega bara skrítið að búa í landi þar sem að þú talar ekki málið, skilurðu, og það er held ég alltaf sjokk og svona smá óþægilegt, skilurðu, út af því þú ert ekki jafn þægilegur og þegar þú ert fara í krónuna, skilurðu, eða bónus eða whatever hér. En fólk, svona hot take, en fólk talar eiginlega ekkert hérna, sko. Nei, svo er það, en þú veist að ef ykkur myndi koma upp að þér, bara gömul kona eða gamall maður sem kann bara íslensku, þá ert þú góð. Já. Ef það myndi gerast í DK, þá myndi ég eiga vandræðaleg samskipti og ég veit ég er mjög extroverted, en ég er extroverted introvert, sko, og ég er bara, skilur, alveg airpodsinn og bara ekki tala um mig, eða skilur, og ég er bara svona, þú veist,
gæti alveg fengið kvíða við þessu ef ég væri að fara í búðina í Danmörku, skilur. En svo starfsfólk samt ekkert að tala við mann hérna, skilur. Nei, en er það meira í Danmörku þannig? Mér finnst eins og bara í útlöndum, fólk alltaf tilbúið að spjalla, eða oft. Já, ekki hér. Nei, það þannig, sko. Já, og mér fannst líka svo skrítið, bara dæmi, þegar ég var að koma heim núna, ég bara með AirPodsið mín í tracksuitinu mínu, bara ógíslega klukkan 5 nótt, skilur, að fara morgunflug, bara eitthvað kona kemur upp á mér, bara pott, og ég bara, nei, ekki núna, og ég bara, halló, skilur, Íslendingurinn í mér að vera bara en svo ég náttúrulega bara kurteis bara, hún bara getur þið hjálpað mér að finna geitið mitt og ég bara, já queen, ekkert mál og líka bara ég var að fara í metro daginn, það var bara daginn áður dansku maður, bara, halló, hvernig kemst ég á Central Station og ég var bara, já, ekkert mál skilur, þannig að þetta svona miklu eðlilega finnst mér í Danmörku en ég vil ekki tala fyrir öll lönd en ég veit alveg að þetta ekki eðlilegt á Íslandi finnur út úr sér sjálfur. Þú ert ekki að fara að pikka í stranger til að hjálpa þér. Já, Íslandi þá tala maður ekki við. Það er sem eitthvað hrædd við stranger danger eitthvað, ég veit ekki. Svona út af því að small town girlies, af því það svona small town mentality, skilur, fólk talar ekki. Ef ég er búin að þekkja þig frá því þú varst 5 ára og þú segir ekki hæ við mig þegar ég sé þig í búðinni, skilur. En mér líður eins og Íslendingar, svona, þú veist, small towns compared to Reykjavík, skilurðu, en ég held að Ísland sé þannig compared to öll hinn. Já, 100%. Er það ekki? Ég alveg, og líka þú veist, þegar ég var í Bandaríkjunum daginn og fólk bara eitthvað að segja hæ við þig og bara eitthvað, ég sá vídeo hjá vinkonum minni og hún var bara eitthvað að taka vídeo af blómum og kemur eitthvað bara eitthvað, you should be a model. Bara eitthvað random kona og þetta var bara svona, oh my god, þetta var svo sætt, skilurðu. Það myndi aldrei gera þess í Íslandi. Nei, fólk bara sætaði og bitch-faceaði þig. Ok, ég er ekki að skýta yfir lofti, en I love Iceland. Ég ætla að fara að tala það hvað ég elska Ísland. Já, ok, þú mátt gera það. Já, angurins. En já, máli að einmitt þetta með að líða þægilega, þér líður þægilegast heima hjá þér. Það er bara þannig. Já. Og þetta heima er best, þú veist, ég hef aldrei upplegað jafn mikið og þegar ég prófa að búa eitthvað staðar. Þó að sé æði að búa í Danmörku, það er margt sem er betra þar heldur en hér eins og samgöngukerfi og annað. Og þetta, hvað maður vanmetur að þurfa ekki að keyra bíl, sumir finnst gaman að keyra, en að geta sest upp í lest og, geta sest upp í lest, með AirPods, þú ert að horfa þátt, eða skrolla, eða whatever, eða bara horfa út gluggann. Já. Þú veist, þetta er alveg vanmetið, sko. Og það er bara ekki, þetta er bara ekki hér. En, oh my god, þegar ég flytti út, ég hafa bara bílum ekki með. Pabbi var bara, nei, fyrsta leið þá var þetta bílast pappa mig, sko. Bílum inn er ekki að fara með þér. En hérna, út af því ég er rosalega að hafa bílum mínum. En núna er ég bara, oh my god, ef ég þarf að keyra bara, eða þú veist. Nei, sko, ég tengi alveg feitt við, þú veist, ég er ógeðslega svona possessive yfir bílunum mínum og ég leyfi engum að keyra bílnum mínum en sérstaklega hér, þú veist, ok, þegar ég bjó á Höfn, þá, ég veit ekki hvað ég var að kaupa með bíl þegar ég bjó á Höfn, út af að maður þarf ekki að, það er svo mikið auka sem að keyra með bíl, en núna ef það væri, skilur, samgöngur góðar, alltaf að skýta yfir Íslandi, en ef það væri góðar samgöngur, ég væri búin að selja bílum minna, þetta er svo mikið vesen, sérstaklega fyrir eitthvað, literally I'm just a girl, sko, ég kann ekkert að skipta dekk, setja rúðupiss og af hverju þarf ég að setja bensín, það ætti bara að vera gæjar við draslið, pabbi er óbend, sko, bara settu fyrir mig, sko, hendur þeirna lyktir svo bensín og ég hata bensínlykt. En sumir elskana, ég er ekki beint að... Új, það er ógeð, það er psychotic. Já. Að fíla bensín. Já, ekki fyrir mig. Nei, sko, já, ég var að fylla bílum mínum daginn með vinum mínum í bílnum og ég var hjá því, kærastinn minn var með mér, ég var bara, já, þú ferði út, þú gerir þetta. Já, og hérna vinur minn var með, þú veist, glugga niðri eitthvað og hann er bara eitthvað, þetta er svo góð lykt eitthvað og ég var eitthvað, þú bara nefnir að skrúfa fyrir glugga. Það er psychotic, sko. Já, ræðilegt. That's crazy, að finnst þetta góð lykt. Já, ég sammála þér. Ok, ég lóki bara að hata bíla, sko. Já, þannig að ég er biased. Þannig að þú ert alveg aðfra að flytja í DK og njóta þess að vera í samgöngukerfinu. Gæti alveg verið. Já, nei, það er æði og líka bara, þú veist, eins og strætókerfið, þú veist, þetta er allt tengt. Og hérna... Veðrið, samgöngur, og vibes. Já, og líka, oh my god, veistu hvað kjúklingur kostar mikið hérna á Íslandi? Bara kjúklingabringur í sjokki. Já. 2600 kall kílóið. Þetta kostar, kílóið DK kostar kannski ekki 1500 kall einu sinni
og ég var, það var mitt menningarsjokk, menningarsjokk. What the fuck? Já, þú veist, það er ódýrar að fara í supermarket úti, ég get sagt þetta, og hakk líka, þú veist, hakk er ógeðslega dýrt, það kostar ekki neitt úti. Eða svona hlutir sem eru, fattaru. Ég sá einmitt einhvern gæi vera svona að kompera verðin eitthvað á TikTok og var eitthvað, þetta kostar svona í krónunni og þetta kostar hér. Já, og ég var bara, ok, I gotta go, sko. Nei, sko, núna er actually alveg, núna er maður farin að spá í þessu eftir að tala við þig, sko, þú ert bara eitthvað, þetta er betra, og ég er bara, Ég get sem þú verið ágætt sölukona, ég þarf kannski bara að hefja mig. Hefurðu verið í einhverju sölustarfi? Nei, en ég er svo passionate þegar ég elska eitthvað, eins og bara með HR, þú veist, oft verið í einhverju svona verkefni með HR þar sem að ég er að selja HR, skilur, ekki selja, en svona, þú veist, tala um hvað mér fannst það æði, skilur, út af því ég var svo passionate fyrir hvað mér fannst það æði. En hérna, já, við vorum að tala um DK, já, það er alls konar, menningarsjokk, meira, pældu, ég er rosa góð að fara út fyrir, meiri menningarsjokk, Danir reykja mjög mikið. Og ekkert bara eitthvað Jamsigo eitthvað? Nei, það er alveg bara út í 15 mínútna pásunni í tíma að reykja. Í tíma? Og stundum bjór líka. Já, það er mjög mikið svona drykkjum. Já, er ekki líka bara eitthvað krakkar að drekka? Jú, þeim held ég byrja að drekka við fermingu eða eitthvað slags. Já. For what? As a child, sko. Já, það er alveg sjokk, sko. Ég man að þetta var alveg, það var einhvern tímann verið að tala um þetta eitthvað, að þetta væri svo slæmt að litlu börnin væru að drekka í Danmörku. Já, þetta er ekki beint gott. Nei. En ég meina, þau eru samt, Danir eru frábærir, ég elska Danir, þau eru ógeðslega næs og þau eru hérna, allavega mín upplifun er þannig að þau eru alltaf mjög kurteis og ég fæ yfirleitt mjög góða þjónustu bara í búðinni, þau eru alltaf mjög kurteis, skilur, og maður er svona farin að pikka upp meira dönskunni líka. Ég náttúrulega er ekki í eitthvað svona social setting þar sem að, eða vinnu eða skóla, og ég var náttúrulega í námi á ensku, hvað sem er, þannig ég hef ekki lært dönsku þar. En já, var námi bara á ensku, oh my god. Og það er sko mjög, þetta var, ángríns, en þetta var eitt af fáu sem að var hægt að, þú veist, sem að þú gast útskrifast með biosálfræði og farið í enskunám í Danmörku, það er allt eiginlega á dönsku, klínisálfræðar dönsku, allt eiginlega tengt sálfræðar dönsku, þannig að þetta var ástæðan líka okkur ég valdi þetta nám, því að það var á ensku. En já, meira menningarsjokk, það er auðvitað eitthvað meira, en ekki eitthvað svona sem kemur strax upp. Það er þetta bara menningarsjokk að búa annars staðar heldur en heima hjá sér, eins og ég sagði. En já, annars bara æði. Já. Íslandi er ógeðslega svona, þetta er gett mikið comfort zone. Best. Þú veist, leið og ég elska comfort. Já, ég líka, leið ég flytti hingað. Ég er að reyna að tala eitthvað, compara að flytja til Danmörkur og eitthvað. Nei, guð, ég skilja samt. Leið og ég flytti hingað, þá var ég bara eitthvað, djöfull er þetta fokkin pirrandi að keyra inn á mig, byrja að tala um bíla aftur. Nei, bara valid. Að keyra inn, þú veist, það er samt miklu betra að búa, mér finnst það miklu skemmtilegra að búa hér, miklu meiri gangi, skilurðu. Bara blómstrar. Já, bara fleira fólk og einhvern veginn önnur menning heldur en small-town menning, skilurðu. En ég var í sumar var að spá í að flytja aftur heima því að mér finnst það er svo mikið hustle að vinna en þú veist að búa hér. Mikið áreiti. Já, en þú veist, literally flyttinga á þessi ári, þannig ég get ekki bara farið strax, en ég mun örugglega ekki aftur fara heldur ekki. Svona þegar ég er búin að hugsa um það. Þú veist, ég var eitthvað að spyrja kærastinn minn ég var að fara næsta sumar og ógeðslega gaman seinasta sumar, hann var hjá mér á Höfn og líka, þú veist, vinkona mín og kærastinn hennar, þannig að við vorum alltaf 4 saman. Það var ógeðslega gaman, við vorum alltaf bara eitthvað að flippast og af því að þetta er bara, þetta er svo cozy, við vorum bara eitthvað að vinna. Þeir voru meira að segja, þeir unnu hjá Eimskip, þannig að alltaf að koma í vinnuna mína á hverjum degi og gefa okkur vörur og eitthvað. Þetta var eitthvað svona cutesy, þægilegt og eitthvað, en núna er maður auðvitað bara eitthvað, þú veist, það er miklu meira hustle, maður er að keyra og líka bara umferðin hérna. Ég var sein, sko, hún mætti á undan mér af því að ég var föst í umferð. En þú veist, það er samt alveg worth it fyrir að búa hér. Já, ef að þú ert, þú veist, líka langar þú veist, make it, hvað sem það þýðir, skilur, en þú veist, í þínum huga, ef þú ert með ákveð markmið sem að krefstast, að þú þurfir að vera í þessu höstli, skilur, þá er þetta mjög gott fyrir það, þó að þetta takið þetta á, eða skilur, þetta tekur þetta á líka að koma úr litlum bæ og þú veist, það sem að þú ert
2 mínútur að keyra í búðina, skilur, Já. og það engin umferð á leiðin í búðina, skilur. Það bara mission að fara í búðina þegar þú ert hér, Já. skilur. Já. Ég tengi við þetta, það núna búðin til Keflavík og þú veist, það svo næs að skjótast bara í búðina, skilur, og þegar ég gistið hjá Axel kjærastan minn, hann býr í Reykjavík, að fara í búðina, ég bara, nei, hann jokes. hell no, Hún er svo langt frá líka hér, Já. sko. Það Já, er, hvaða búð er hérna? sko, Krónan er, Já, þú veist, þarna. já, það er rétt. Hjá, hérna, hvað heitir þetta? Nei, þetta er ekki Fjörðurinn, heldur, shit, ég man ekki hvað það heitir. En er það ekki samt hérna líka? Jú, þetta er hjá Dominos, hvað heitir þessi gata? Eitthvað hraun? Eitthvað hraun, Oh allavega. my god, allir að fara að tjúlast Já, núna. það Oh er my god, allir að- segi það bara, Já. ég veit það ekki. Og þetta er Krónan hjá eitthvað hraun, Já. eitthvað held ég, og hérna, hún er svo langt fyrir á hér. Flatahraun? Já, Já, það er alveg daldið langt. þú veist, þetta er svona, út af þetta hringtorg hérna. Já, Þannig true. Já, enn að einum. úr Keflavík, Já. og þetta er scary hringtorg, Já, I sko, en núna er þetta bara svo gekk gaman. Ég Já. var fyrst alveg að skýta í mig, sko, að fara í þetta, þú veist, hringtorg þegar ég var nýflutninga, en núna er þetta bara gaman, núna er þetta bara mission að fara í gegnum. En þegar þú segir mission að fara í búðina, áður en þú komst, þá fór ég í Krónuna í Lindum, af því ég var í Smáralindinni, og ég bara, á ég að fara hérna eða í Lindu, ég var bara, nei, ég ætla að fara frekar hér, klukkan er 3, það er ekki orðið það mikið hérna Umferð, já, og algjörlega. þetta var mission, sko, bara þess að kaupa 3 æskaffi. Já, oh my god, já, við þurfum líka Já, að fá fáum okkur, oh my Já, god. já, ég elska. Ekki spons. Nei, ekki spons, guys, engar áhyggjur. Nei. Ekki í dag. Nei, svona. Á, ég hjálpa þér. Nei, ég er að ná þessu. Æ, alveg, gef mikið skvís. Nei, what the hell? Á, ég hjálpa þér. Ok, Já, svo. með þetta. Þetta var eitthvað, þetta er alveg crazy. There we go, skál, Já, besta mín. jokes, yay. Love it. Það er svo langt sinni fengið Þetta mér. er nefnilega æði. Og bara við, takk fyrir að kaupa, ég kann að metta. Ekkert mál, sko, þetta var bara 200 og eitthvað. Nei. Þetta er actually geðt ódýrt. Já, án Orkudrykkur er orðnir geðt dýrir. Þetta er æði. Hvernig kaupir þið kollab í? Herðu, já, kollab er selt í Danmörku. Já. Já, segis að ég er nefnilega, þetta komur á óvart. Já, vinkonu sem er svona, hún er mikið, eða hvað segir maður? Hún sér dreifingun og kollab í Danmörku. Ok. Og þau eru núna Ölgerinn svolítið að fara með þetta út fyrir landsteinana. Já. Núna í DK, kannski eitthvað meira, ég veit það ekki. I don't know. Já, bara expanding, ógeðslega spennandi. Þannig að það er hægt að kaupa kollab bara í ákveðnum verslunum í Danmörku, en hérna, maður hefur fengið sent, svona getur að fara. Já. Oh my god, Já, og slay. bara gaman að hérna, fá smá kollab. Já. Já, ég elska kollab. Hvað, en eru þið ekki samt með... Ok, ég ætla ekki að skýta yfir kollab líka. Nei, Eru þið ekki með lélegu brauðin í... Eru þið ekki með lélegu brauðin í Danmörku? Sko, mér finnst þeir eiginlega allir góðir. Já. En I get point. Þeir eru með núna fjólubláa, rauða og ég held að það sé bara svona basic. Já. Fjólubláa, rauða, en þau voru að fá bleika líka. Ok, bleika, hvað er fjólublátt? Jú, það er hann gamla, þú veist. Já. Gamla fjólubláa. Mér finnst hann samt mjög góður. Já. Hann er eiginlega uppáldið mitt. Hann var einu sinni uppáldið mitt. Já, hann En er æði. síðan var rauði og síðan var bleiki. Og núna er það græni, en þau hættu með græna. Herðu, já, það er rétt. En það vassmelónu Já, smakkaði hann. já, og kaktusaldin. Já, ég fór í Já. Costco og ég keypti 2 kassa af því. Já, það Já. er skálubótt. Já, en það er kassa. Já. Þannig að... Já, nei, ég elska kollab og þú veist, ég var aldrei bygg á orkudrykkjum eða neitt svoleiðis, en mér finnst svo næs að fá mér einn kollab núna. Það eru einhvern sem var að býta, ég held hún drekki ekki orkudrykki út af því það var þannig, sko, en hérna, en svo er ég bara, þetta er æði gott, Já. ég ætla bara að fá mér, þú veist, maður er ekkert eitthvað að fá sér 5 á dag, skilur, Nei. bara 1 og 1, Ándjóks. en mjög næs. Við líka kollab bara vera fresh, Já, ekki eitthvað svona artificial sykur bragð. einmitt. Þetta er líka, mér finnst þetta ekki gott. Þetta er bara, af því þetta er, ég keypti henni ekki svona, ég held að espresso, þannig að cappuccino, það er miklu meira kaffibragð. Já, ég tek þessum að blanda við smá mjólk. Ó. Já, ég er alveg að reyna að læra að drekka kaffi, þannig að maður bara að redda sér hann að sé ekki of sterkt. Nei, Drekkur bara svart eða kaffi? Nei. Það er alveg low-key psychotic. Já. En þú veist, það er stundum bara einhver, ég þekki fólk sem er bara eitthvað, bara í ekki grunnskóla, svona menntaskóla, það er bara eitthvað að drekka svart kaffi. Já, það er alveg smá gæði. Er í lagi, þú veist, með eitthvað... Já.
like það eru allir Sumir þetta leppa nokko bara. og eitthvað skilur, where did you get this coffee, Já. sko. Já. Mér finnst alveg flex að geta drukkið svart kaffi, sko. Já, sko, út af því ég get ekki drukkið það, fattar ég er bara respekt að hafa lært það. Veist, ég drekk það ekki og er eitthvað, þetta er að besta sem ég smakkað. Jú, þú veist, ég get alveg drukkið, ég er bara svona mikil fucking, ég ætla að hætta blóta Já, svona mikið. mamma er að hlusta. Já, mamma mín er að hlusta. Að ég drekk alveg, ég er koffínfíkil, sko. Já, þegar þú þú sagði ert bara alveg. eitthvað, ég drekk ekki 5 daga, þú ert alveg að skjóta á mig, sko. Oh, I'm sorry. Ég er like koffínfíkil, Oh sko, ég er my búin að vera God. frá þess að 13 ára, sem að ég er ekki proud of, alls ekki. Ég meina, ég er ekki dæma. Ég er alveg að dæma mig sem náttúrulega fá hjartafalli eða eitthvað, Já, en hérna, ekki gera það. þannig að ég get alveg drukkið svart kaffi. Já, þú getur það alveg. Já, en þú veist, það er til fullt af skemmtilegum orkudrykkjum. Já, það er alveg. Af hverju myndir þú fá þér svart kaffi að Já, öllu? ég er alveg sammála. Like, you're not 50. Nei, einmitt, já. Ég er að skjóta ekki að mikið. Nei, það er allt Oh my í god, lagi. þetta var að vera eitthvað skemmtilegt samtal og ég er bara eitthvað drull yfir Ísland. Erum við bara búin að vera neikvæðar? Nei. Við erum ekki bara búin að vera Nei, neikvæðar. þú ert búin að breyta skoðunum minni eða þú veist, láta mig vilja fyrir til Danmarku, sko. Já, Þannig að það var alveg gott græði. sign. Já, gríns. En ég er samt, ég ætla að segja aftur núna, ég er mjög spennt að koma heim líka. Nú, hvenær ertu með dagsetningu? Sko, ekki alveg, en ég, svona þegar fyrir að vera dimmt og kalt í DK, þá Já. ætla ég að fara að flytja heim. Þá er bara svart hérna, sko. Já, en þetta er samt svona, þú veist, kuldin í DK, þetta er svona, þetta fyrir inn að beini, Oj. þetta er alveg ömulegt. Já, Ó. það er alveg oft sem að ég hef haldið að sé kaldar úti heldur en Já. í Íslandi, en þetta er, við erum að tala um svona oktober, nóvember, eitthvað slags. Já, En það er ekkert voðalega Ísland langt í þá, það. sko. Ég þarf mér langar að prófa að fara til Danmarku þá. Hefur heimsótt Já, Já. ég fór í fyrra til Köpen? Já. á Olivia Rodrigo tónleika, það var alveg fire. Og hérna, og það var óslega gaman. Og þú veist, þegar ég fyrir til útlanda, þá er ég alltaf að skýta í mig að vera myrt, skilurðu. Ég er líka alveg true crime junkie, sko. Já, Þannig ok. ég var alveg scared, skilurðu, en í Danmörku leiði mér ekki þannig. Nei, það er- Er high crime rate? Sko, nei. Það er meira en hér. Já, líklega. Já, Já. það er allt meilin hér. Já, held ég. En hérna, mér hefur aldrei liðið eins og mér væri ógnað í Köpen. Þó Já. ég sé ein, skilur, Já. aldrei. Og það líka, ég er einmitt eins og þú. Ég er mjög hrædd með svona, mér lýr sem mamma mín sem hún er að hræða mig líka. Mamma er rosa protective. þín. Já, mamma besta, hún er mjög protective Já. yfir okkur. Hún heldur bara alltaf að allt slæmt sé að fara að koma fyrir okkur. Hva? Já, Ok. ángríns, en hún er samt líka Bjartsýn queen, sko. Já, ok. En hún er bara mjög passisum upp á bönni sín og hún er bara að það. Og ég er svona smá eins, þú veist, ég er alltaf svona gett hrædd með eitthvað komið fyrir. Þegar maður heyrir bara fréttunum Já. og sér á netinu, skilur Já. hvað búið í gangi. En aldrei lið þannig, Nei. í Danmörku, aldrei. Og ekki einu sinni þegar það var dimmt, Já. fattarðu. Og það er svona að segja eins og með þetta easy transition dæmi, þú veist, mér er aldrei liðið eitthvað Nei. eins og ég sé óörugg, Einmitt. já, eins og ég sé í hættu í hérna, Í Í- Denmark. já, í Kaupmannahöfn, já. Ok, það er annað green flag, sko. já, og líka bara ef að ykkur hefur lent í ykkur DK, ekki segja mér það. Nei, það ándjóks. verður ég aldrei bara til, nei, tjók. En hérna, Já. en 100%, þú veist, mér hefur alveg liðið meira óöruggri, óöruggri í Reykjavík, skilurðu, Já, þegar maður er að jamma miðbæinn er orðin scary. Er það ekki alveg? Girl. Hva? Nei, þú veist, ég á enga sög á mér, skilur, Nei. en ég er náttúrulega bara orðin of gömul fyrir þetta held ég að fara niður í bæ. Ah, Er ég ekki? nei. Nei. Ert þú að fara alveg? Ertu dugleg? Nei, alveg, ég er ekki með aldur, sko. Ég fór um Oh my god, daginn. það gleymist! Já, ég fór um daginn og hérna var með vinkunum minni og við erum báðar skilur undir Já. aldrei, þannig að við vorum ekkert eitthvað að reyna að sníka af okkur inn. Ég er heldur ekkert það, skilur. Ég þekki svo margir sem bara breyta Instagraminu sínu, fá Það bara... er komið með, Já, það er bara svakalegt og Já. núna er líka eitthvað að fara að koma nýtt app eitthvað fyrir ökuskírteinin af því að það er hægt að breyta þessum. Oh my god. Þannig að þú veist, það er svo létt að breyta þessum eitthvað og ég þekki alveg fólk sem að er að feika og eitthvað. Oh my god. En ég er bara, ég hef aldrei farið bara eitthvað clubbing, skilurðu. Nei. Þannig að ég Það kemur farið að því. einu sinni, mér fannst það ekki gaman. Nei. Það Það er var bara hér. gett valid. Já. En það styttist, það liggur ekkert á þessu, Nei, já, ángríns. ég er ekkert eitthvað, að ég nenni heldur ekki eitthvað að Það er líka alveg humbling að láta henda sér út ef maður er ekki með aldur, sko. Já. Já. Ég skil ekki, þú veist, að maður fara inn á barinn á Höfn Já. 18. Já, Af er hverju má þetta þetta ekki ekki- misjæmt?
veistu það, I have no idea. Er ekki líka búið að breyta eitthvað, þú veist, er ekki klúbbar núna 25 eða eitthvað? Er það ekki? Þá er ég ekki svona aldur. Nei, nei, hvað er? Það er búið að breyta. Allir sé ekki bara ákveðni staðir Er það ekki 21 eða eitthvað? Það var, 22. ég man það ekki. Ég er Sýstir ekkert að spá kærastan í- mín, hún held ég með aldur, hún má fara, og hún er 04. Hvað er hún þá, 20? Já, þá erum, eða þú veist, já. Já. Ég skil ekki, ég er ekki með aldrei, ég er ekkert að spá í þessu. Nei, við erum bara wholesome Alright, queens, já, bara djóks. movie night á Eða þú veist, festivalhlutum. Þetta var líka svo spennandi þegar maður var yngri, Já. þú veist, bara eitthvað, oh my god, ég er að fara að drakka, skilur, þegar maður mátti þetta ekki. Núna, no one cares hvað ég er að gera, ok, þú veist, mamma. Já, mamma. Það tala um mömmu mína. En hérna, þú veist, þegar maður var 16 ára, þá var maður eitthvað, oh my god, ég er að fara að drakka, skilur, og líka ekkert annað betra að gera í litlum bæ heldur en að rebella. Og núna þegar, þú veist, kærastinn minn getur farið í mjólkurbúðina fyrir mig. Já. En ég nenni þess ekki, ég bara, mér langar bara að horfa á mynd á Já. föstudagskvöldum og Veistu, það er líka bara betra fyrir heilan. já, það líka, er ekki líka bara eitthvað áfengi krabbameinsvaldandi eða eitthvað, like, Það er bara eitur. I'm trying to be in my healthy girl era, skilurðu, þannig að ég er ekki, það versta sem ég geri er að drekka 2 orkudrykki á dag. Já. Og það er bara gott að sé ekki verra en það. Já, ég geti verið að gera kókaín eða eitthvað. Girl, you're fine. Já, I'm good. Ok, þessi 2 orkudrykkir á dag, núna mega þeir. Já. Núna ekkert samanskipið. 100%. Ég er ekki fara að deyja á hjartafalli. Nei. Nei. Slay. Já, ángríns. En hvernig fórum við út í þetta? Ég veit Nei, ég er náttúrulega svo Klúbbar. Já. Jú, þetta var mega alveg sens. Við erum að tala um svona áhættur og eitthvað. Já. Já. Og líka bara eins og með djamið úti, þú veist, mér har aldrei liðið eitthvað. Nei. Ég hef aldrei verið scared. Já, hver er aldurinn þar? Er ekki þar bara eitthvað 16? 18 held ég. Ó. Já. Já, ég fór, nei, betur, hvernig fór ég? Nei, það var í Amsterdam. Ég átti ammæli úti einhvern tímann. Það var í fyrra. Já. Það var samt í Amsterdam. Sorry, it was not Denmark. Hvað gerði ég í Danmörku? Fórst í tífóli? Já, Já. það var alveg sleið. Já, það er cute. Þetta er ógeðslega þetta er bara betra Ísland. Já, ángríns, þetta er mjög cute. Nú langar mér aftur til Danmörkur. Já, þú ert það heimsækja. Já, ég þarf að koma heimsækja. Ég mun ángriðs gera, oh my god. Það er bara gott Alltaf með velkomin. hérna bongo, maður líka farið bara eitthvað, er ekki ógeðslega ódýrt í Svíþjóð, eða ertu maður Jú, farið í Svíþjóð? það er hægt að fara með lestinni eða Já. þetta bara haldið með eitthvað. Já. Ég er reyndar ekki farið, ég var einmitt að segja þetta Ó. að kærasta minn daginn, ég var bara, við alveg fórum ekki, næstum búin að búa þarna í ár, alltaf að tala um þetta og þegar það er gett gott nammi selection og bæði, já, það er mjög hár sykurskattur í Danmörku sem þýðir að nammi er ógeðslega dýrt og það er ógeðslega leiðinlegt úrvalaði, þannig að fólk fer actually, Það er svo gott, bara það fyrir er mann. healthy girl era, Já. er bara geggjað, en ég náttúrulega er með besta sweet tooth í já. heiminum, ég er bara Er ekki búin að nóg borða gott og ég þarna? þarf að fá mér nammi, Já. ég þarf að fá mér súkkulaði. Ég skil þig. Já. Ég er alveg það líka. Já, en það er æði. Já, allt það er gott í er hófi. góði Já, í hófi, oh my god, já, það Ég er má. alveg dagleg nammi-eater, sko. Já, væntalega, það er bara, þú veist, er ekki flestið þannig, já. Ég, Bara, if you say you're not, you're lying. Veistu hver Victoria Rún er? Hún gerir svona, hún er með kjólulega Já, akureyrar. ég veit hvað, hún er queen. Hún er svo mikið queen, hún er literally my inspiration, en Hún er æði. En hún postar bara svona svona healthy mat. Og ég held hún sé ekki að ljúga. Þú veist, does she eat candy, skilurðu? Veistu Ég það, er svo borðar nammi, hrættur, eða? ég get ekkert verið í healthy girl era af því að ég get ekki svona sleppt nammi En þú Dominos ert samt í healthy girl era, Já. þá er smá nammi, elska mín. á hverjum degi svo. Já, nei, ángríns, ég veit svo marga sem að þurfa að fá sér smá. Ég bara respect the grind. Það er líka bara healthy fyrir mér er bara að líða vel, Já. ángríns. Skilurðu? True. Og bara rækta hjartað sitt með hreyfingu, skilurðu, og bara, já, feel healthy, Já. fattaru. Ég skil þig. Já. Já, það Þú er ert ekki bara í gott að vera toppmálum. svona, já, það er ekki gott að vera að banna sér hluti af því þá er maður bara eitthvað going crazy. Já, bara líða vel. Já. Varstu með aðra spurningu fyrir? Sko, já, við erum eiginlega ekkert búin að tala um svona video. Nei, oh my dæmi. god. Nei, ok, förum í það. Já, þú mátt bara útskýra hvað UGC er. Já, þetta UGC, það stendur sérst fyrir User Generated Content á útlensku, guys, I'm sorry. Já, en í rauninni, ég veit ekki alveg hvernig maður myndi segja þetta í íslensku, bara, þú veist, notenda framleitt Já. efni, Já. kannski. Já. Þá er þetta í rauninni bara svona mjög, ekki persónlegt, en bara svona, þetta er ekki high production auglýsingar. Þetta er
meira svona hrátt og meira svona raunveruleg upplifun Já. notenda. Dæmi, segjum bara, þú veist, þú getur verið að skrolla á einhverju fatasíðu í tölvuninni og þú ert með símaðinn og þú ert bara, oh my god, ég er bara að skrolla á þessari síðu og þú ert að taka upp bara frontkamera og bara vókar auðvelt eitthvað svona og ég er bara búin að kaupa mér henni kjóla, hann bara góð morgun, skilur. Þá getur fyrirtæki notað þetta vídeo í kostuðum auglýsingum, skilur, út eða þá, og þá svona lætur fólk kannski tengja meira við þig og við vöruna eða skilur sem þú ert að sýna og gefur meira svona kannski traust út af þú ert að sýna hvernig þetta raunverulega er. Já. Fattarðu? Já, ég skil þig. En þú veist, UGC getur líka verið faceless content þar sem þú ert bara með iPhone-inn að sýna eitthvað asterik dót. Ég var eitthvað að skoða þetta einhvern tímann daginn fyrir löngu og hérna þú veist, og þá sá ég ofta þetta svona get high quality, eitthvað she's like UGC girly og þá var þetta bara get flott svona production, en síðan var það líka bara eitthvað þetta er drikkurinn, skilur, og ég var bara eitthvað, er ég að miskilja eitthvað? Nei, það er bara allur gangur á þessu held ég. Ég held að samt þetta svona high production, þú veist, láta leka vatn og eitthvað þannig, ég held að það sé aðeins meira núna, eða þú veist, ég held að það virki ekki eins vel og nú er þetta from a marketing girliest perspective. Ég er certified, ég má segja þetta, að þú veist, það er ekki jafn mikið svona, hvað segir maður, relatability í því að þó sé ógeðslega flott. Náttúrulega ógeðslega margir sem er ógeðslega góður í að búa til svona content og þetta er þetta user generated, skilur, en þú ert ekki að sýna hrá upplifun af því að nota vöruna, skilur, þó þetta sé gett asterik og gett flott. En hérna, já, það er bara alls konar til, þú veist, það er allt til náttúrulega og ég held bara því meira svona sem þú ert relatable, því meira virkar það. Já. Út af því að það er bara eitt sterkasta sölutól held ég ever er bara að vera relatable. Já. Út af því að fólk vill bara tengja og eins og bara með TikTokið, maður sér bara, hvað? Er hann fastur? Gimli, we're trying to film a podcast. Já, afsakið. En hérna, hann er svo mikið dúllega, ég elska hann. Gimli, viltu koma til okkar? Komdu. Vill hann ekki koma? Nei, hann vill ekki, allt í lagi. Nei, en eins og bara, þú veist, þú hefur pottið fundið þetta sjálf, leið þú gerir myndband, sem snýst þá sem eru að horfa, en ekki þig. Já. Springur. Já. Definitely. Ef þú byrjar vídeóið þitt á spurningu einhvern annan, springur. Já. Skilur og það er svona þetta kannski sem kannski tengist þessari hugmyndafræði er að reyna að ná notandanum eða kaupandanum með því að vera relatable og það er dálítið þetta UGC dæmi og ég einhvern veginn byrja í þessu náttúrulega bara eins og ég sagði án fór yfir hvernig ég hafði bara meiri tíma í lífinu þannig að ég er svona komin inn í þetta en ég hef bæði verið að gera svona asterik, þú veist, og líka bara, UGC er ekki bara myndbönd, náttúrulega það er líka myndir. Já, bara hérna ég sá Happy Hydrate voru, ég alveg slengi fótinn. Gimli, hættu, nei. Er það gott bragð af mér, að geta dött skinn, ég geta flagna eftir tannið. Stopp. Nei, allt í lagi. En hérna, ég sá Happy Hydrate, þú veist, þá var þetta bara mynd, bara svona stelpa hélt á 2 stikum bara, og þau bara sýnda í kostaðar auglýsingar. Bara selfie. Já, ég sá það. Þetta er user generated content. Já. Þannig að það er allir gangur á þessu. Æ, besti. Viltu koma upp? Já, ég var í myndi eitthvað að horfa. Gimli, komdu upp. Hvernig? Það vil ekki. Já, flott. Já. Heldur ég hafi nokkuð meitt hann? Nei. Sæti. Hann öskrar ef hann meiðist. Æ. Hann er bara chilling, sko. Já, hann er bara chilling. En já, þannig að það er allur gangur á því og þú veist, ég er bæði búin að vera í myndunum og myndunum taka einn styttri tíma, þetta er alveg framleiðsla, þó þetta sé meira hrátt og meira, þú veist, skilru, þetta er samt framleiðsla, þú vilt gera þetta vel, fattarðu mig, en stundum er þetta bara one take, bara, sjá þetta. Já, það er ógeðslega fyndið hvað, hérna, þú veist, sum vídeó taka stuttan eða langan tíma, þú veist, stundum þegar ég er að taka upp, oh my god, ég var að taka upp vídeó í gær og ég var lagging, ég var bara þú veist, og líka bara þegar ég tek eftir
það ógeðslega pirrandi líka af því að ég er með podcast að heili minn virkar ekki þegar ég er að tala fyrir fram myndavél stundum. Ég segi stundum bara allt gett vitlaust eitthvað og það er ógeðslega embarrassing að vera að edita það og ég er að segja setninguna bara hræðilega, þú veist. Ok, stundum tek ég þetta ekki eftir því, ég kann alveg lóki ekki að fallbega. Nei, það er alltaf læg. Það er allt í góðu. Það er ekki, en it's okay. Já, en ég var að taka vídeo í gær og ég sagði eitthvað bara kolvitlaust. En ef ég væri ekki að edita vídeóið þá hefði ég taka upp seinna, skilurðu, aftur. Ég tók upp aftur á mér að segja þetta rétt, skilurðu, en ef þetta væri bara 3 mínútur seinna, I'm not the same, skilurðu, ég er ekki í fötunum, ég er ekki máluð. Líka bara orkustig. Já. Það er svo mikil dagamunur á hvernig orkustig er bara að þú getur vaknað á einum degi og kannski koma eitthvað fyrir í fjölskylduninni eða vinahópnum með eitthvað og þú þarft bara, oh my god, ég skulle þetta vídeo í dag, skilurðu, ég þarf að rífa mig í gang og þá kannski er orkan ekki eins. Og það er líka kannski hlið á þessu sem að er, og þetta er náttúrulega frábært að gera þetta og það er ógeðslega mikið privilege þegar það líka gengur vel og maður er gett þakkláttur, en þetta getur alveg stundum líka verið pínu erfitt, skilur, það er alveg hlið á þessu sem að, og líka, þú veist aldrei hvað fólk er að gangi í gegnum bak við tjöldin. Ef fólk heldur að þekki þig, en það veit ekkert hvað er búið að vera í gangi þar síðustu vikuna, eða skilurðu. Þannig að, þú veist, það er alls konar hliðar á þessu og auðvitað, þú veist, eins og bara kannski er átviðið sem ætlar að vera í þvotti allt í einu og þú ert bara, oh my god, bara, ég get ekki tekið upp þetta og það er átviðið sem ætlar að vera í þvotti. En það er bara svona litli hluti líka sem að, þú veist, gerir þetta kannski, þú nærði ekki visioninu út af litlum hlutum. Já, mér finnst alveg svakalegt að fyrirtæki eru ekki að borga. Ok, á ég að byrja þetta, eða þú veist, af því að núna vorum við að tala bara eitthvað, literally, bara eitthvað, þú veist, hvernig þú ert, skilurðu, það er bara einn partur og síðan bara hvað þú notar, ef að fólk væri að horfa núna hvað væri bak við myndavélina, þetta er alveg smá chaotic, bara ljósið, myndavélin, þú veist, það getur líka alveg verið bara, sumir nota ekkert bara síma, þú veist, sumir eru með myndavél sem að kostaði meira en 100.000, skilurðu, síðan er með fullt af einhverjum ljósum, ég með mæka og eitthvað og síðan er fyrirtæki bara eitthvað, já, við ætlum að gefa þér þessa vöru á 1800, mátt gera vídeo og ég þurfti að mála mig, ég þurfti að taka tíma á deginu mínum, ég þurfti að... Þetta eru klukkutímar í vinnu, sko? Já, ég þurfti að edita þetta vídeo og þú veist líka, maður vill auðvitað ekkert bara henda inn einhverju umhverju vídeói. Ég gerði vídeo í gær í svona 3 tíma straight, þú veist, það var bara að taka upp, setta allt upp, edita, gera voiceover, þetta var 3 tímar en ég fekk ekki greitt fyrir það, skilur við. Þú veist, þetta er það svona pick and choosing, skilurðu, hvað maður vill vinna með og eitthvað. En núna er ég, í byrjunum var þetta gaman, þú veist, að fá bara eitthvað, oh my god, ég var að fá þetta. Auðvitað, og maður þarf að byrja eitthvað stað, það er bara þannig. En at this point, ég er ekki að nenna að eyða svona miklum tíma svo ég get fengið vöru á 1800. Nei, en þú ert líka bara komið með meiri reynslu og þú ert búin að æfa þig í þessu, þú veist núna hvað virkar og hvað virkar ekki og þú ert búin að mastera hvernig þú gerir gott myndband fyrir fyrirtæki sem að því raunni að þú ert bara búin að mennta því í þessu ákveðin hátt og þá áttu bara að fá greitt fyrir þá þjónustu sem þú býður upp á og by the way minni fyrirtæki sem er að byrja, maður er alltaf til í að hjálpa og þú veist, elska að sjá lítil fyrirtæki vera að springa út og vinna með þeim og þú veist, gera þeim meira svona, láta þau fá meira awareness, skilurðu, út þetta nýð. En stóru fyrirtækin, það myndi ekki haggast, þú veist, budgetið þeirra. Ef þetta greiða. Ándjóks. Og hérna, og út af að segja svona með minni fyrirtæki og eitthvað, mér finnst það bara miklu, svona persónulega finnst mér það miklu betra að vinna með þeim einhvern veginn, af því að líka þakklæti bara. Já, og líka, þetta er bara venjulegt fólk, skilur, og bara eitthvað, já, ég bara byrjaði hérna daginn og í þessu og lagar hann bara heima hjá mér, skilur, eitthvað, sem er bara eitthvað, svona live their life, skilur, eða bara eitthvað með drauma, og síðan er maður að vinna með þessu stóru fyrirtæki og maður bara eitthvað, já, þú færð bara, já, færð 30.000 króna inneign og já, við slum posta vídeónum og síðan posta þau aldrei vídeónum. What was that for? Gerði 4 vídeó fyrir þig og öll þessi vinna og ghosta þig. En anyways, þetta er mjög heitt þetta er svakalegt hvað, þú veist, mér finnst svona bullshit hjá þessu fyrirtækjum sem að, þú veist, eins og þú sagðir, það myndi ekki haggast budgetið, já, einmitt. Já, algjörlega, líka bara
það þarf bara held ég meira að respekta þessa starfstétt skilurðu mig eins og bara sem dæmi eins og með kennarastarfstéttina ég ætla ekki út í það en ég elska kennara og kennarar eiga að fá hæstu laun bara í heiminum að mínu mati þetta er fólki sem elið upp og mótar þig fyrir utan foreldreina sko og þú veist það var engin hérna það var ekki fyrir kennarar okkar skilurðu en þú veist eins og með þetta hérna að fyrirtæki sjá ekki virði í því, eða fyrir mér, nú er náttúrulega menntið markaðsfræði og allt það. Já, þú ert menntið svona bara, mér finnst, kannski smá bæst, en mér finnst þetta bara topp þeirri mikilvægasta sem að fyrirtæki hugsa er hvernig markaðssetja sig. Já, skilur það væri, og bara fjárfesta í marketing er bara með því mikilvægara sem þú gerir. Hérna, já, from a marketing perspective, þú veist, mér finnst þetta náttúrulega merkilegast í heimi, kannski finnst það ekki og það er allt í lagi, en click off. Ég hef verið báðmegin við borðið, þú veist, nú er ég að vinna í fyrirtæki sem að, þú veist, við fáum samstörf og erum með okkar marketing strategy og allt það og það er allt í lagi ef fyrirtæki velja ekki þá strategíu að vera í samstörfum, vilja fara aðra leið með markaðsmála sín, allt í lagi, en ef það kemur upp okkur langi til að þú veist, veit ekki hvað er samstarf eða eitthvað, þá þarf það bara að vera sanngjarnt eða skilur og ekki reyna að fara eitthvað eða skilur og það má alltaf bjóða, þú veist, það má alltaf spurja bara, ertu til í gera þetta fyrir vöru, ef það hinn aðeins segir nei, þá er það bara respect eða skilur bara vel gert og þú veist, fyrirtæki ræðir hvort að það sé til í að fara í svona samstarf eða ekki en aldrei búast við eða eins og þú segir, sem við varum fyrir 1800 kall bara, ertu til í að gera, veist, ég fengi, ertu til í að gera nokkur myndbönd í staðinn fyrir og nokkrar myndir og þá er ég bara svona, veist, þetta eru svo margir klukkutímar, ég kann ógeðslega mikið að meta að þið myndu vilja hafa mig í þessu og sjáu hvað vinna mín er eða þú veist, virði einhvers allavega en samt fannst mér vanta þessa virðingu, skilurðu, en já, þannig að fyrirtæki þurfa líka bara svolítið að velja hvaða leið þau vilja fara í markaðsmálunum sínum. En þú verður að borga fyrir það sem þú ætlar að kaupa, sko. Já, þú veist, ef þetta er stórt fyrirtæki, ef þetta er fyrirtæki sem á efnaði að vera með YouTube ads, þá hefur það mikið pening til að greiða þér eitthvað fyrir vídeó. Já, einmitt. Og líka, en samt, ég ætla að segja eitt í þessu. Ef það er varaskilur eins og bíll eitthvað, það er allt annað og það er líka að koma fram að þú veist, þetta gildir ekki fyrir allar vörur eða skilur, ef ykkur er að bjóða þér hérna hótelgistingu 2 vikur og þú veist, einhver staðar í Asíu og ykkur geggjur resort það er svakaleg launagreiðsla skilur og það er bæði líka UGC er að þú veist, gera fyrir hótel og svona. Já, ég er búin að sjá ég þarf alveg að koma mér út í það. Já, gerðu það, girl. Já, angrís. Ég er búin að vera smá lægði núna með þetta allt samt. Já, ég er búin að vera svona smá að taka með pásu, en ég ætla að fara að senda núna. Go get it, girl. Eitthvað mails líka, ef eitthvað fyrirtæki er að hlusta, það er ég á Íslandi, sko. Ef eitthvað vantar content, það er ég alltaf til. Já, nei, já, alltaf. En hérna, já, þetta er, já, ég veit ekki. Ég held að við séum mjög sammála þetta. Já. Og bara maður passa sig að þú láti ekki fara illa með sig. Já. Skilur. Já, definitely passa það, sko, Jesús. Og það má segja nei líka. Maður þarf ekki að taka öllu og ég stend líka með því og fell með því að maður á ekki að taka einhver verkefni sem maður hefur í alveg ekki trú á, skilur. Eins og öll verkefni sem ég teki eru vörur sem ég nota í dag, skilur, eða eitthvað sem að mig hefur langað í eða eitthvað, eða þú veist, ef ég fæ líka greitt í, þú veist, peningum og vöru eða skilur og þegar þú ert að gera YouTube þá þarfst að fá vöruna til að búa til efni fyrir hana og ef ég trúi ekki á fyrirtæki að það tengist mínu brandi ekki, þá má bara segja nei takk, þú veist, og það er allt í lagi en út af því það tengist líka þessu authenticity og að vera relatable, þú getur ekki verið relatable með allt. Já, ég hef alveg calling myself out, ég hef alveg tekið einhverja vöru skilur og ekki fíla hana og gert vídeo, en það heyrist líka, það er munum, maður er bara eitthvað já, þetta er geggjað og síðan er þetta svona takk fyrir skilur. En málið er, þú ert bara að læra skilur og
maður er bara að prófa Já. og prófa sig áfram og auðvitað gerir maður mistök þegar maður er í þessum bransa. Já. Oh my god, maður hefur gert 1000 milljón mistök og maður má ekki vera hræddur við Já. það, en þetta er bara learning curve. Já, Skilurðu? definitely, maður bara, út af því það er... Og vel gert að hold yourself accountable, það er bara mjög Já. flott og segja það bara svona bara, Já. ég var alveg, það er bara Veit ég hvað ég á hvað þetta út aðeins? Nei, en þú veist, núna veistu hvað þú fílar og hvað ekki og hverju átt að taka svona. Hérna, þú veist, núna tek ég ekki af mér einhverju sem er ekki worth it, eða þú veist, skilur sem að ég bæði, út af því að maður er að byggja sig upp, skilur, sem eitthvað brand og þú veist, þá þarf maður að passa sig hvað maður er að auglýsa, skilur, og ef að fólk sér bara eitthvað auglýsingu hérna annarkvað dag hjá þér og þú ert bara að segja sama bullshit sem þú segir alla vörur, þá er fólk ekkert að vera nenni að horfa á þig, skilur, og þá færðu líka bara slæm, maður þarf bara að vera relatable og likeable 100%. inn á þessu, skilur. Já, einmitt, ég er svo sammála og líka bara ætlar og passa alltaf að halda í það að þú ert að gera myndbönd út af því finnst gaman að gera myndbönd. Hitt kemur aukalega, og þá er ég meira að tala um svona áhrifavalda, smáhrifavalda dæmið, skilur. Ekki gera þetta bara til að fá samstöður út af því að þú heldur það ekkert út, skilur. Og bara svo er fyrirtæki að geta heyri í þér og þú ert bara að panika og... Þetta er svo ekki reliable starf. Nei, hann gerði þetta bara út af því þið finnst gaman að taka, þið finnst gaman að klippa, þú hefur, þú veist, áhuga á að deila einhverju með fólki og sína bara hvað þér finnst æði, fattari, og það ásvöldi að vera the point. Og hérna, svo kemur hitt bara svona aukalega sem bónus. Já, það er bara geggjað. Já, ég hérna... Oh my god, jú, ég ætla að spyrja, ertu búin að fá, eða þú veist, ertu með eitthvað launaskrá eða eitthvað, verðskrá minni? Verðskrá, já, ég er alveg með. Og er þetta alveg working? Já, ángríns, þú veist, ég breytti, ég er með svona portfóljó bara. Já. Og ég, hérna, tók smá rispu núna, kannski apríl, lok mars, byrjun apríl. Þar sem ég bara fór yfir allt portfóljóið og breytti smá til og hérna keypti mér lén, eða þú veist, vefsíðu. Já, heyrðu, ertu ekki núna með, þú veist, Instagram? Reyndar ekki Instagram, en ég er með bara vefsíðu sem er bara hægt að skoða portfóljó. Þetta er eiginlega ekki vefsíða, sko, þetta er bara hægt að skoða portfóljóið. Ég held ég ætla ekki að expósa það. Og þetta er bara, þú veist, ég sendi bara link á fyrirtæki. Já, ég sé langar í eitthvað verkefni og svona. Já, þannig ég bjóð til smá portfóljó og mér finnst það líka mikilvægt fyrir fólk sem er að hugsa um að byrja í þessu er að sýna hvað þú hefur gert og hefur verið að gera. Þó að sé bara að þú hefur aldrei gert vídeóur, farið bara í skáp hjá heima hjá þér og fyndu eitthvað og gera vídeó með því, eða finnst gaman að taka upp eða taka myndir eða whatever og skellti inn í, og það er hægt að gera portfóljó í Canva, það þarf ekki einu svona að vera flókið, sko. Canva er svo... Já, Canva er best. We love her. Það er svo easy að læra inn á það. Þetta er bara svona eins og púsl. Já. Bara svona drag and drop. Ándjóks. Já. Já, ég... Ef ég expósa mig meira, það hefur ekki gengið vel að fá borgað í þessu. Sem að mér finnst óslega skrítið. Þú veist, það er svo mikið af fyrirtækjum out there, skilurðu. Og bara að fólk er ekki tilbúið að greiða. Það byrjar mér svo mikið, sko. En ekki gefa upp vonina. Nei, ég er ekki að gera það. Vonandi, ég ætla að segja held uppá til að manifesta að fyrirtæki séu farin að fatta meira. Já, við allavega líka með gelluhópum, ég vona að það séu gellur að hætta að taka, eða þú veist, ok, ekki hætta að taka við, þetta eru allir bara að byrja, skilur, sem eru að byrja og finnst það spennandi að fá vörur og eitthvað. Já. En bara við þurfum að standa saman í þessu. Já, að stærri hópu, eða þú veist, stærra fólki, skilju, eða þú veist, fólki sem er líka bara búið að vera í þessu lengur, sé núna að hætta að taka, eða þú veist, ekki hætta að taka við. Það hljómar svo... Ég skils hvað þú meinar. Hvað það gera? Slakaði þér. Þannig held ég að leika bara. Hún leiðist. Það er spjallagerð lengi. Hver ætlar að hætta að tala? Já, en vonandi fólki sem er farið að vera lengur í þessu, skiluru, er farið að bara velja verkefnin og heimta greiðslur af því að það væri enginn að taka við. They deserve it fyrir vinnuna. Já. Þú veist, það er bara dálítið þannig, en já. Ef við værum ekki að taka við gjöfum, ef það væri enginn að því, þá gætu þau ekki enda verið að gefa okkur vöru á 1800 krónur. Já, ég held samt, þú veist, það er svo mikil munur á, held ég, á því að eins og UGC dæmi og svona
að reyna að fá greið samstörf út af því að þú ert í rauninni að selja vöru sem UGC creator, þú ert að selja efnið, þú ert að selja myndbandið, þú ert að gefa, þú ert í rauninni að selja réttin á því. Þú bara gerir það, selur. Þú ert í rauninni að selja vöru. Og þess vegna held ég að það sé góð leið í þessu til að í rauninni græða physical penning, skilur. Þannig að í staðan fyrir að vera prófa einhver smá hrefavaldur, eitthvað TikTok, eitthvað, sjáu þetta. Það er samt æði. Já, mér finnst, og þú veist, einu ástæðan okkur líka, ég er ekki búin að hætta í þessu, þetta er búin að vera ekki frustrating, bara frá því að byrja að reyna að fá greitt, þetta er vinna og mér er bara svo gaman að gera þetta. Og það er the point. Já. Og haltu þér í það mjög fast, út af því að annars meikar þetta engan sens. Og myndu þig á þetta þegar þú ert smá svona, hvað segir maður, þegar maður er svona discouraged eða þannig að við erum að gera þetta gaman, skilur. En ég mæli líka með UGC. Já, ég hef alveg verið að skoða þetta sko, því að þetta er örugglega definitely leið til þess að geta fengið eitthvað extra. Og it's coming full force sko, þannig að bara gott að vera að byrja. Já, og bara byrja snemma í þessu, ef maður hefur áhuga. Það er líka að vera þannig. Já. Ætlar þú að spyrja núna? Nei, hann kann ekki að lesa eða tala, nei, djók. Ég held ángurs að þetta er komið með jappa stanslist í klukkutíma. Er þetta lengsti þátturinn kannski? I'm sorry. Nei, þetta er bara frábært, sko. Oh my god. Ok, þá við gætum örugglega jappa í svona 3 tíma í viðbót, en þetta er kannski komið gott fyrir áhorfendurinn. Já, en oh my god, við þurfum líka bara að segja að þú veist, við erum alls ekki að heita á neitt, þetta er bara, þú veist, gælurnar að spjalla. Já, ándjóks. Já, ekki taka neinu inn á ykkur. Nei, og líka bara ef þeir eru með eitthvað spurningar með UGC, eitthvað bara sendið. Já, sendið, kommentið, það er hægt að kommenta á hérna Spotify, það er crazy. Elskar það. Og ég er ekki svona neikvæð, ég var lókjælega neikvæð. Nei, þú varst bara, þetta var bara real talk. Já, þetta var most real episode, sko. Þannig að, já, ok, ég ætla bara takk fyrir að koma. Nei, takk fyrir að fá mig. Hún kom alla leið frá Danmörku. Já, nei, ángurins, ég kom bara fyrir þetta podcast. Nei, takk fyrir að fá mig, Lexa. Já, og já, við bara sjáumst vonandi aftur einhvern tímann. Já, ándjóks. Alltaf til. Ok, that's the episode. Takk fyrir að hlusta. Bye.